Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 91 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem svona það síðasta og það nýjasta sem ég hef verið að pæla í og það sem ég þurfti að læra mest upp á síðkastið. En ég þurfti fyrir stuttu síðan að skrifa ágætlega langa ritgerð sjálfan mig og það sem ég að gera sem listamaður og þá hvernig það sem ég geri myndi mögulega heita frumkvöðla starfsemi. Frumkvöðla starfsemi líklega besta orðið sem við eigum á íslensku fyrir það sem ekki til með enskum orðum, en enskan mjög mikið að tala þetta, sérstaklega á síðastliðnum áratug, en enska orðið fyrir frumkvöðla starfsemi entrepreneurship. Því í dag eru allir orðnir einhvers konar frumkvöðlar. En ég þurfti sem sagt að greina það sem ég var að gera inni í þessari listrænu starfsemi minni og meta það hvaða þættir hennar hvers konar frumkvöðla starfsemi. Því það víst eitthvað búið að breytast á síðustu árum og við rannsóknir á síðustu áratugum hefur sést að það til annars konar leið til þess að vera í frumkvöðla starfsemi heldur en sú starfsemi var unnin og gerð á fyrri áratugum. Í gamla daga þá varstu frumkvöðull ef þú fannst upp á einhverju nýju, stofnaðir fyrirtæki, fékkst helling af fjárveitingu frá einhverjum sem að vilja fjárfesta í hugmyndinni þinni og þú hefur starfsemi fyrirtækisins og verður annaðhvort ógeðslega ríkur eða ferð algerlega á hausinn. Og þeir sem voru góðir frumkvöðlar voru þeir sem að þorðu að gera mest og tókst að lifa af með skynseminni sem væri þá eins og lestar auðjöfurnir eða Richard Branson og Rockefeller og fleiri ótrúlega ríkar týpur og fræg nöfn. En það þá sú frumkvöðla starfsemi sem að hefur ákveðið markmið. Það þá að þú veist að þetta sé eitthvað sem þú vilt. Þú ert með það markmið að þú ætlar að eignast þetta mikinn pening á þetta löngum tíma með því að gera þetta. Og það mjög einfalt. Það rosalega erfitt, en það allavega mjög einfalt. Því þú getur þá sett þér ákveðin verkefni sem að rétt verkefni fyrir nákvæmlega þetta markmið. En þá þegar eitt markmiðið bregst eða eitt verkefnið misheppnast eða þú kemst að því að kannski viltu ekkert vinna þetta verkefni,
Þetta er ekki hlutir sem að þú sérð fyrir þér að langa að gera eða þú ert ekkert endilega góður í því. Og þá bregst stóra markmiðið. Því til þess að ná stóra markmiðinu þá þarftu að gera þennan litla hlut. Og svo komstu kannski að því að það sem þú hélst að þyrfti að gera, það sem þú hélst að markmiðið ætti að vera, er ekkert endilega rétta markmiðið. Það var kannski ekki nákvæmlega rétt aðferð sem þú sást fyrir þér til þess að ná þínu stærra eða stærsta markmiði. Og þá kemur þessi nýmóðins frumkvöðla starfsemi inn sem snýst ekki að setja sér ákveðið stórt markmið og vinna verkefnin eða finna þá hluti sem þú þarft til þess að ná þessu ákveðna markmiði, heldur frekar að þú kynnist sjálfum þér og sjáir hjá þér hvað þú getur í rauninni gert. Hvaða hæfni þú hefur og hvaða gildi þú hefur. Að þú komist að því að ákveðnir hlutir skipti þig máli og þú kannt að gera þennan og þennan hlut. Hvað ef þú byrjar að gera eitthvað ákveðið vegna þess að þú ert mögulega hæfur í því og byrjar að elta þá braut. Þú færð einhverja hugmynd að kannski væri þetta besta leiðin til þess að tvinna saman hæfileika mína og gildi mín. Þá getur kannski þetta hérna orðið markmiðið mitt. Og svo prófaru það og við það að hafa prófað það þá kemstu að því að, heyrðu, þessi hlutur sem mér hafði ekki dottið í hug að væri svona mikilfenglegur, að hann væri svona stór eða nytsamur, hann er kannski betri heldur en fyrsta markmiðið sem ég hafði sett mér. Þannig kannski ætti ég með mín gildi og mína hæfileika að fara frekar að elta þetta markmið. Þá er verkefnið sem þú ert að vinna búið að þróast út frá því að þú eltir gildi þín og hæfni þína frekar en að elta eitthvað fast markmið. Þá nærðu að gera það sem þú vilt. Og ef þú gerir það sem þú vilt, þá ertu örugglega að fá bæði meiri ánægju af því og líklega að fara að gera vinnuna betur og ná meiri árangri. Þetta er sem sagt fræðin og skilgreiningar atriðin á mismunandi frumkvöðla starfsemi sem ég þurfti að velta uppi og fjalla út frá starfsemi minni sem listamaður. En núna þegar ég er að pæla í því þá passar þetta nokkuð vel við nokkuð annað sem ég hef verið að gera síðast liðin ár sem er nákvæmlega þetta hlaðvarp. Nú er ég að taka upp þátt 91 af þessu hlaðvarpi og hugsunin mín þegar ég var að komast að því að þetta væri kannski eitthvað sem væri hægt að gera var að ég gæti einfaldlega komið einhvers konar vöru inn á markaðinn og notið góðs af því. Ég vissi að ég væri hæfur
til þess að tala íslensku vel. Ég vissi að ég gæti hæglega lært að koma svona þáttum út og hvernig vinna það væri og að mér finnst nokkuð fínt að fjalla ítarlega hluti sem ég hef pælt í. Jafnvel að nýta mér það sem leið til þess að læra annað. En kannski í leiðinni af því mér finnst það gott að ná að miðla einhverju. Að ég geti gert eitthvað sem hjálpar einhverjum að komast nær réttri niðurstöðu. Að einhver læri eitthvað af því sem ég geri. Eða allavega að sá sem sé að leita sér upplýsinga geti fundið þær. Á þeim tíma sem ég að vinna í því að koma þessu hlaðvarpi í gang, þá var ég að einblína mér að því að framleiða þessa þætti og að það væri það sem ég ætlaði að gera. En hafandi skoðað það að þetta væru í rauninni hlutirnir sem skiptu mig máli og það sem að var kannski í rauninni markmiðið, að geta nýtt mér málið og þekkingu mína á málinu og hæfni mína sem kennari til þess að sjá fyrir mér. Og þá sérstaklega á tímabili þar sem ég gat varla séð fyrir mér með öðrum máta heldur en að gera þetta. Þannig fór ég inn á leið sem ég hafði ekkert séð fyrir mér þegar ég var að hugsa mér að framleiða þessa þætti, sem var að kenna einkatíma. Ég var farin að safna mér verkfærum og búa mér til aðstöðu til þess að búa til þessa þætti sem áttu að vera þennan hlut og hafa þetta markmið að geta hjálpað fólki að læra íslensku. Af hverju gæti ég þá ekki líka bara beinlínis kennt hana? Og þetta endaði þannig að ég var búinn að kenna íslensku í einkatímum í örugglega 3 mánuði áður en ég tók upp fyrsta þáttinn af þessu hlaðvarpi. Frumkvöðla starfsemis hátturinn sem ég hafði beitt dró mig inn á allt aðra leið heldur en ég hafði séð fyrir mér. Ef ég hefði eingöngu einblínt á að fara að framleiða þessa þætti af því það var það eina sem ég ætlaði að gera, þá væri ég alls ekki í þeirri stöðu sem ég er í dag. Ég komin upp í 91 þátt og komin með nokkuð af fylgjendum á Patreon síðu, en ég líka búinn að kenna yfir 1000 tíma hjá italki og það gerðist bara óvart þannig séð af því ég elti gildi mín frekar en markmiðið sem ég hafði sett mér í upphafi. Það væri alveg hægt að setja þetta yfir í samhengi fyrir ykkur sem eru að læra, þó að það sé kannski langsóttara en stundum og í öðrum efnum sem ég fjalla En það væri eins og til dæmis að þið komist kannski að því að það sem þið vilduð fá út úr málinu eða út úr því að læra málið væri kannski mjög ákveðin og sérhæfður hlutur. Kannski vildirðu bara læra hvernig þú átt að lesa málið af því þig langar að ná að skilja
til dæmis vísinda texta eða geta þraukað það að stunda vísindi á Íslandi. Nú það mjög sértækt dæmi. En í tilfellum eins og þeim, þá kannski skiptir það þig ekkert það miklu máli að þú getur sagt öll þau orð sem þú finnur í þessum textum fullkomlega. Og þá getur þú einbeitt þér betur að einmitt því sem þig vantar. Þá værirðu að elta markmiðið. En ef þú værir með það gildi að þú vilt endilega útkljá misskilninga, að þú vilt vera einhver sem stuðlar að því að fólk stundi betri samskipti í vísindadæminu sem ég tók, að þá viltu kannski vera sá sem að viðstaddur á einhvers konar fundum eða ráðstefnum og gætir verið sá sem nær að útkljá misskilninga sem gætu í þínum huga aftrað framförum vísindanna. Mjög háfleygt dæmi, en samt sem áður dæmi. Þá myndirðu komast að því að það þarf kannski meira til heldur en bara að læra að lesa flókna texta. Þá þarf þú að vera hæfur í samskiptum og mögulega einmitt að læra framburð betur heldur en þú hafðir kannski séð fyrir þér. Þetta var bara eitt skrítið dæmi sem mér datt í hug þegar ég þvingaði mig til að reyna að finna upp á tengjanlegu dæmi milli þessarar frumkvöðla starfsemis greiningar og þess að læra mál. En mér dettur í hug að þú, kæri hlustandi, gætir fundið stað í þínu lífi og í þinni vinnu þar sem þessi pæling gæti haft einhver áhrif og mögulega breytt því hvernig þú ætlar að forgangsraða þinni vinnu. Þetta var ágætlega erfiður þáttur, held ég. Ég vona að þú hafir þraukað hann alveg fram að þessu, en ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.